Já, komiði sæl og blessuð og velkomin í helgispjall á laugardegi. Gestur minn í dag Hugrökk baráttu kona. Hún átti þátt í að afhjúpa alræmdan barnaníðing og hefur auk þess gegnt ýmsum störfum í samfélaginu. Velkomin, María Haraldsdóttir Bender. Takk fyrir. Íslenska þjóðin svona kynntist þér 2013 þegar þú tókst þátt í aðgerð sem, eins og ég nefndi hér í inngangnum, afhjúpaði Karl Vigni barnaníðing. En áður en við komum að því og áður en þú segir mér svona hvers vegna þú hefur fallist á að koma hér til okkar og segja þína sögu, þá langar mig að byrja bara á byrjuninni og spyrja þig út fædd 1958, hvar fæddistu og hvernig manstu fyrst eftir þér? Já, ég fæddist í Reykjavík. Já, í hvaða hverfi? Og ég man óskup lítið svona fyrstu árin. Já. Það er svona bara brott. Það kemur fyrir okkur, það mun ekkert mikið eftir því. Í hvaða hverfi ólstu upp? Ég ólst nú ekki mikið upp í Reykjavík. Það var hérna á Barðavoginu manni eftir mér. Því ég fór svo snemma á fósturheimili. Já. Og ég var á Silungapolli og Reykjalíð og Já, byrjum aðeins hverjar eru fjölskyldu aðstæðunar? Af hverju þarft að fara á fósturheimili? Það voru erfiðleikar heima fyrir. Móðir mín var veik og faðir minn var svona bóhem og svolítið óreglumaður. Já, drykkjumaður. Já, tók svona túra. Já. En sérstaklega var það veikindi mömmu. Já. Var hann geðveik eða? Var hann geðveik eða? Já, það var eitthvað eins og afi sagði að fá mjólk út í blóðið eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað það var að þýða. Nei. En afi minn kynnti sér það að þetta væri nú ekki neitt ættgengt, en ég man maður skammaði sín voða mikið alla barnaskunni fyrir þetta, sko. Það er þannig? Já, það er þannig og ég man það líka pabbi þegar hann var að keyra okkur þarna austur, að þá fórum við á Klepp og hann var að leyfa mamma að kveðja okkur. Já. Og þá mér minnist þetta að hann var bara fyrir bak við bílinn. Já, hann sem sagt, þetta var ægileg skömm einhvern veginn sem fylgdi þessu skilju. Já, við erum náttúrulega að tala um 7. áratuginn, 7. áratug síðust aldar. Hún er ekki komin mjög langt umræða um þessi mál þá. Nei, ekki neitt. Og ég man líka eftir því þegar við vorum ung hérna heima, 4 systkinin, að það var alls konar fundir, alltaf einhverjir fjölskyldufundir. Og það var eitt svona sterkur karakter í minni fjölskyldu sem að hét Ketill og hann var alltaf með fundi og það var alltaf þessi umræða held ég hvað ætti að gera við okkur börnin. Hvað eru þið mörg? Hvað áttu mörg systkini? Já, við erum 4. Ég var eina hálfsystur og svo vorum við 3 alsyskin. Og hvar ertu í systkinaröðinni? Ég er næstelst. Já. Og sko, finnur þú snemma til ábyrgðar? Finnur þú snemma að það liggur á þér ábyrgð sem ætti ekki að vera á börnum? Það kom ekki þannig út hjá mér allavega. Nei. En þú finnur það? Þessi hræðsla og þessi titringur yfir því hvað var að gerast, það er eitthvað sem situr í mér. Það er stress í brjóstinu? Já, þetta er stress í brjóstinu. Já. Og já, og svo man ég það þegar þú voru að vera að senda okkur eins og Silungapoll og svona, það leið manni virkilega illa og við vorum 3 af systkinum sendt þangað. Og hvað er Silungapollur á þessum tíma? Já, það var bara einhverju svona stofnum fyrir þar sem að var eitthvað að hjá heimilunum að þá voru bara sendt hingað og þangað svona. Og þá verið að Það var svona svo átvís fyrir mér. Ég man eftir að við stóðum í einhvernum biðröðum og þetta voru svona kojur og mann leið bara ræðilega illa. Það er nefnilega það.
Og þá bæði verið að horfa til félagslegra aðstæðina innan heimilana og þess að efnahagurinn svo slakur? Já, það þannig sko. Já. Og ég man þegar að pabbi kom í heimsókn þarna og og hann hringdi á lögregluna, svona eina stutt og 2 langar eða eitthvað sko, í svona svörtum síma, þetta man ég. Þegar það var búið að stela yngsta bróðum mínum af Silungapolli, hann var bara horfinn. Hvað ertu gömul þegar þú ferð á Silungapoll? Ég bara ábyggilega 2, 3, 4 ára, 5 ára, þú veist, það var oft sem vorum send og aftur tilbaka. Ég komst í þessar skýrslur sko þegar ég var á fullorðinn. Þannig að þetta var svona fram og tilbaka, þarna í byrjun. Eru það fyrstu minningar þínar frá fósturheimili? Já, frá Silung og svona, já, það eru það. Og þessir hvernig mamma hagaði sér sko. Ég man svona eftir því og þessi fundir allir á fjölskyldinni og þetta rót. Já, þannig að þegar þú ert á Silungapolli ferðu stundum heim helgar eða? Ég get ekki munað þetta. Nei. En ég veit það bara að þegar yngstu bróður minn og yngsti bróður minn og hinn, hann man þetta yngsti bróður minn, að þeir reyndu að strúka Silungapolli og voru búin að labba 2 og hvar var ég? Þá hef ég sannlega fengið að fara til ömmu og afa, skilur. Já. Því ég hefði verið með þeim að strúka ef ég hefði verið þarna. Já. Þannig ég get ekki svara þessu svona nákvæmlega til, sko. Nei. Víkjum aðeins betur að svona háttum Silungapolls starfsfólki, aðbúnaði og öðru. Þú segir að þetta hafi verið svo Auschwitz, bara kojur. Já, ég man það, sko. Ég man að við vorum í einhverjum biðröðum, hvort það var eftir tannbustokkur eða fá mat eða eitthvað og í svona kojum og ég man bara þessi tilfinning í kojunni, hvernig, þú veist, ég var eiginlega að springa bara, og það var eitthvað svona eins og var í grílur þarna, þú veist hvað Silungapollur er? Já. Var í grílur út allt og var eitthvað svona að vera að hræða okkur, fannst mér. Já. En ég get nog ekki, ég er svo lítil þarna, sko. Þú ert svo lítil þarna. Já. Eru mörg börn á Silungapolli? Já, það var fullt af börnum. Já. Og þarna ertu vegna þess að félagslegar aðstæður á heimilinu eru ekki góðar. Pabbiðinn er drykkfellt bóhem og mammaðinn er ekki frísk. Nei. Og það er þessi skömm og það er þessi ótti og það er þetta stress. Og hvað gerist svo? Já, síðan varum við send á Reykjalíð. Já. Og þar fannst mér gott að vera. Var það, já? Já, og það var kona þar sem var svo góð, forstöðukona, og ég man að hún sendi mér þegar ég var fullorðin myndir á okkur. Já. En þar er ég náttúrulega, þegar ég sé myndina af mér haldandi á einhverjum jólabökkum, þá sést að ég er í mikilli, þú veist, svona sko, alveg bara mér leið sjálfsér ábyggilega aldrei vel. Nei, einmitt. En hún var samt góð. Ég man eftir að hún leiði mér að fara með sér til Reykjavíkur og ég stóð svona milli sætan á bílnum og þannig að sko. Þannig að það er svona ljós í þeirri minningu. Það er ljós í þeirri minningu. Já. Og síðan keyrir papp, og það er eiginlega svona kannski stærsti sjokkurinn í mínu lífi sem að ég man eftir þegar pappi, þá var mamma komin inn á deild sko og pappi keyrir okkur. Ég kom að honum grátandi sko, þarna ég var svo næm sko, ég fann að það var eitthvað að og fyrir fram í stofu og sé hann vera að gráta og það var daginn áður en hann keyrði okkur á Kumbarófu. Þá sem sagt búið að taka yngsta bróður minn, hann er bara horfinn, hann var tekinn á Silungapolli, látin í efna fólk sem fekk hann. Mamma og pappi gá aldrei leyfi fyrir því, en síðan keyri pappi. Þetta var hægt bara á þessum tíma? Þetta var bara hægt. Og bara, mamma fekk bara, það var mér að segja Ketill frændi, hann vildi ekki segja mamma þetta því að hann var svo hræddur að hún brotnaði líka alveg niður aftur. Hún var að byrja að jafna sig skilur og svo fekk hún þetta og hún bara brotnaði aftur niður. Já. En þau gá hann aldrei, hann er Haraldsson. Já. Og já, að þegar að pappi keyrir okkur þarna á Kumbarófu og þetta er svona stórt heimili og ég man að við sáum einhverja hænur út á túnni og þetta var eitthvað voða spennandi sko. Ævintýri, já. En ég bjóst ekki við að hann færi. Nei.
og ég er hérna með bróður minn sem er ári yngri sko, með maður fyrir aftan bak, passa hann og sé bara að pabbi keyri burt á skótanum og ég hljóp svo hratt eftir bílnum. Ég bara hljóp eins hratt og ég gat þess að reyna að ná skótanum en hann fór í burtu og eftir sátu við. Þetta er mjög harmrænt. Þannig að þú fékkst ekki að vita að hann ætlaði að Nei, fara. og ekkert okkur ég ætti að fara þarna eða hvað. Það var aldrei rætt við börn á þessum árum. Hvað ertu gömul þarna? Ég sé 7 ára held ég, 8 ára. Já. Og líður eins og þú getur ekki treyst neinu í lífinu? Nei, akkurat, og þarna fór trausti. Og ég get sagt í það, ég bauð hérna, ég á barnabarn sem er 7 ára núna, sem er hérna nafna mín og á þeim aldri sem þú varst. Akkurat, og ég bauð hérna á Grand Hotel sem er ægilega fínt hótel og við vorum, sko, henni fannst þetta svo mikið upplifisi og ég vissi það og við fórum hérna í sána og við vorum eins og drottningar og hún fekk flottan mat og þetta er allt svo æðislegt herbyggin og svona. Og veist, ég var alveg að fara að brotna allt í henni niður. Þetta, þú veist, ég hugsaði mér, hugsa sér á þessum aldri að þú veist, ef það væri að koma eitthvað svona fyrir hana. Svo það kemur stundum svona flashback, sko. Já, ég trúi því. Í lífinu þegar maður er ekki alltaf þessi harði nagli sem maður ekki stverða, sko. Nei. Fyrsta kvöldið á Kumbaravogi þá sem sagt finnur það að þú getur engu treyst í þessu lífi. Þú getur ekki treyst pappa þínum því að hann ók í burtu, þú hljóst á eftir bílunum. Hann sagði þér ekki hvað verið að fara að gerast. Þú veist ekkert hvað gerist. Og hérna má ég spyrja bara, greistu því í svefni eða manstu það? Já, ég held það. Já. Og maður grét inn í sér einhvern veginn. Já. Maður grét heldur mikið inn í sér, sko. Já. En ég harnaði bara líka. Ég lokaði bara hjartanu. Já. Og einhvern veginn, þú veist, já, eins og dóttir mér sagði einhvern tíðan við mig, mamma, akkur treystu þú ekki fólki að hún annað kemur ljós? Já. Þú veist, ég held alltaf að ég væri, sko, 98%, en mér var sagt það á sálfræðingi að ég er í 2%. Já. Ég bara alveg, já, ok, ég treysti ekki fólki, bara yfir höfuð. Ég er ekki hissa. En sko, flesti treysta fólki hann til annað kemur ljós. Ég skil ekki það, sko. Nei. Þetta hefur aldrei lagast. Ég er náttúrulega að reyna að láta laga maður er alltaf að reyna að vera betri, sko. Já. Þannig að þú hefur aðeins reynt að vinna í sjálfur. Já, ég er hjá svona áfallastreitufræðingi núna. Einmitt. Sem er að kafa hann í skúfurnar með mér. Og kannski ekkit allt fallegt sem finnst þar, eða hvað? Nei. En hérna á Kumbaravogi myndirðu lýsa starfsfólkinu sem góðu? Starfsfólki? Hvað er starfsfólki? Var ekki starfsfólk hana? Nei, það voru nú bara hjónin og það voru nú einhverja skúra eða eitthvað svo leið, sko. Ein hjón og einhverja skúra? Já. Við sáum alla vinnuna, börnin. Voru þetta góð hjón? Já, fósturmamma mín var góð kona, mjög góð kona. Hún hélt upp á mig og trúið og góð kona. Já, ég myndi segja það. Já. En fylgir þessu mikil vinna, sem sagt? Já. Þú veist, þetta var mjög mikil vinna. Það er ekkert að því að börn vinni, bara mjög heilbrigt og gott það að segja. Svolítið ung. Og ekkert það heldur að senda börn í sveit og láta þau vinna. Nei, samt svolítið ung, kannski 7 ára. Já, og með við svona hvað vorum látin gera 7 ára, skilur, við vorum á stórum saumavélum, skilur, sem eru, hérna, mann á ekki niður á petalana, vorum að sauma ábreiður, fósturbróður minn, það fóð mér þessi gegnum puttan á honum og leiði yfir hann. Við vorum að slátra hænum. Og exi. Já, við vorum tókum þar á hálsliði og þú veist, einn fósturbróður minn hefur aldrei getað borða kjúkling, sko, eftir þetta. Nei. Og við vorum í róugörðum, kartöflugörðum, við vorum gerð út, hann fóð með okkur, við vorum látið fara til Hveragerðis kannski og hérna Þykkvabæ og svona og vinn í görðum annara. Og já, þetta var í raun og veru mjög mikil vinna. Já. En það er nú svo skrítið að hérna amma mín gaf mér biblíu þegar ég var 8 ára. Já. Og hérna ég var svolítið mikið
hérna ein bara með hana, biblíuna, og bara fór út í móa og hérna og hafði alltaf trú og von að hlutinni myndi lagast. Og ég bað mikið til Guðs og hérna og í raun og veru hef ég séð það í gegnum allt mitt líf, þá líður mér rosalega vel alltaf í vinnu. Það er mitt skjól. Það er þitt skjól. Og þó þú eigir engan að við finnist, þú eigir ekki foreldra sem þú getur treyst, eða eigir, þú veist, þá getur alltaf haft þetta. Já. Því, þú veist, þegar Guð er með þér, þá er enginn á móti þér. Nei. Og þegar barnið hefur von, þá er alltaf von betri tíð, sko. En ég held ég skilji vel hvað átt við það náttúrulega er líka rútína í vinnubrögðum og ægi og festa. Já, það er svo skrítið. Já, og hugur þinn er þá kannski, það er kannski, þín verstu augnablik eru kannski á þessum tíma þegar hugurinn fer að reika og mikið og stóru spurningarna akkurat. Koma upp. Já. Það var þægilegt að vera bara í vinnunni, sko. En hafðirðu greind til þess að skilja biblíuna svona ung, til þess að geta lesið þetta torf sem að biblían er? Það var einhvern veginn eins og hérna, get ekki alveg lísti, það var eins og hérna, ég fann bara nálæðina, ég fann bara það var eins og væri verið bara að tala til mín. Það streymdi bara birta frá bókinni til þín? Já. Og hérna, það hefur fylgt mér allt mitt líf. Það er nefnilega það. Já, og alltaf bjarga mér. Það er trúin sem hefur alltaf bjarga mér. Já. Í sama hvað ég lendi í, sko. Það er magnað. En úr þessu ljósi sem við erum akkurat núna að ræða yfir í skuggan, það er þarna sem að Karl Vignir Þorsteinsson kemur til sögunar. Segð okkur frá því. Hann er sem sagt, bara svo við förum aðeins yfir það, góðir áhorfendur og hlustendur, hann er maðurinn sem að starfað á hótelsögu og þið hafið heyrt margar sögur hvernig hérna urðu ykkar kynni. Já, hann var alltaf aðna, meir og minna. Og í raun og veru skiljum maður ekki hvað hann var að gera. Hann var ekki að hjálpa okkur að vinna. Nei. Hann var ekki að gera neitt annað. En maður bara alltaf þetta var bara einhver sko. En ég hafði ekki hugmyndaflug 9 ára gömul það að hann gæti verið að misnota fósturbræði mína og bræðu, skilur. Ég hafði ekki hugmyndaflug í það, sko. Nei. Nærveran var alltaf, þú veist, hann fekk skrifstofuna lánaða hjá fóstuföðu mínum og var að útbytta salgæti og svona og dreigi fyrir glugga og það er náttúrulega ekki fyrir mörgum árum seinna þegar að þeir koma fram hann í Breiðuvík sem að einn fóstubróður minn og besti vinur Elvar Jakobsson brotna niður. Og þá er það þá sem í raun og veru ég veit hvað var að gerast þarna. Þegar ég er náttúrulega fullorðin manneskja, sko. En hann var sem sagt að misnota og gera ýmislegt þarna á þessu heimili, sko, gagnvart mínum fóstubræðum. Sem hann viðurkenndi svo allt í lögregluskýrslunni þegar Elvar kom. Og kærðan. Er meir og minna óútskýrt eins og þú segir hvað hann var að gera þarna? Er sem sagt, er hann ekki vinur hjónanna? Jú, hann var nú hlýtur að hafa verið vinur hans vegna þess að hann er úr Vestmannaeyjum og þau voru ég held að hann hafi verið úr Vestmannaeyjum. Nei, fósturmamma mín var úr Vestmannaeyjum en ekki fósturpabbi minn held ég, en samt held ég þeir hafi kynst þar. Og allavega var hann, þú veist, það var búið að komast upp. Fóstursystir mín ein sem er nú látin að hún argaði og gargaði þarna einu sinni sko yfir því að hann hefði verið að káa á brjóstunum á henni þannig að hann var ekki bara í strákunum. Nei, en mest. Já, mest. Og lét því í friði, svo það sé sagt. Já, svo það sé sagt. Aldrei lendi í hún svoleið, sko. Nei. Að hérna þannig að það var aftur búið að komast upp, sko. En hann fekk alltaf að koma aftur og aftur. Og það er ástæðan fyrir því að ég og fóstursystir mín Erna Agnar sem var með mér í baráttunni förum til hans 2009, löngu áður en að Kastljós fyrr. Það er ástæðan fyrir því. Akkurat. Að við vildum vita hvað fékkstu fyrir akkur komstu svona fékkstu að koma. Þessna fórum við hann 2009. Hvar
ef ég má spyrja, ég veit þetta kann að vera mjög óþægileg umræða fyrir þig og fyrir hlustendur og áheyrendur líka, en hvar áttu brotin sér stað hjá Karli Vegni á þessum tíma? Fór hann með krakkana? Já, ég veit skipti þar sem hann fór með 2 þeirra niður í fjöru. Niður í fjöru. Og einn fósturbróður minn sagði mér frá þessu. Hann var með 2 þar og hann kom bara, þú veist, grátandi og sagði frá því að þeir hefðu sagt að hefðu komið eitthvað hvítt út úr þarna og þetta var sagt frá en ekkert gert í því. Nei. Og svo hefur hann bara læðst upp í herbyggin þeirra og þegar allir voru sofnaðir sko. Já. Þetta svo ótrúlegt, þetta grimma Ísland sem manni finnst svolítið að hafi verið á þessum tíma. Já. Ég ætla nú bara að deila þið með þið núna að ég varð oft vitnað svo slæmu ofbeldi í minni sveit, Mývatnssveit, og það var stundum eins og að hinir fullorðnu þeir tækju því eins og hverju öðru hundspiti. Jafnvel, ég að tala líkamlegt ofbeldi, ekki kynferðislegt, heldur líkamlegt ofbeldi, þar sem að fullorðin einstaklingur gengur í skrokk á barni og þessu var tekið eins og hverju öðru hundspiti bara. Dagarnir bara héldu áfram og ekkert breyttist. Það kannski fjallu einhver orð, en en þannig voru nú þessi tíma voru bara þannig. og já, að það bara var í lagi að koma svona fram í börn. Já, þetta kannski fannst fólki það ekki í lagi, en það skorti úrræði til þess að bregðast við einhverju hluta vegna. Það ekki frekar þannig, eða við trúum því ekki fólki að finnst þetta í lagi, eða hvað? Eða trúir því? Nei, en ég veit að sko, ef þetta, hann hefði gert eitthvað í þessu, þá hefði hann bara mist leyfi fyrir því að hafa okkur sko. Já, þar held ég að komur einmitt að mjög áhugaverðum punkti. Já, ég held það nú sko. Að hið efnalega hefur alltaf forgang. Já, það hefur það. Hið veraldlega hefur svo mikinn forgang. Já, akkurat. Einmitt, akkurat. Þarna held ég sért beint í mark sko. Þarna heitur naglan á hausinn. Er það ekki? Jú, ég held það. En við skulum ekkert staldra lengur við þennan hrylling sem að þarna á sér stað. En þarna verið að brjóta sálir ungra barna, eyðileggja börn, eyðileggja framtíð þeirra, brjóta það sem heilagast, sem sakleysið í börnum. Og þú hefur áður komið að því að þú áttir erfitt með að treysta fólki eðlilega, og það hafi nú sennilega ekki aukist traustið gagvart fólki við að verða vitni að þessu. Nei. Það þannig bara sko. Hvernig sko, hvaða tæki og tól hefur maður bara til þess að komast af og hvernig bara losna maður við það að verða bara eigin andlegum brestum að bráð þegar maður í þessum aðstæðum. Þú minnist á trúna og biblíuna. Já, og gerir það aftur. Ég gerir það bara aftur að þú veist, ég ekki kirkjur, ekki manneski eitthvað slík skilur. Ég bara hefur guð fyrir mig. Já. Að þú veist að trúin bjargar þér. Sá getur allt sem trúir. Já. Það bara þannig. Hafður einhver til þess að tala við trúna? Nei, þetta allt bara fyrir mig. Ég bara tala, þú veist, þetta þessi trú og von og að hlutinni lægist og... Já, bara þú og Guð, það dugði. Það dugði, sko. Þarft ekki neitt annan. Nei. Þetta magnað. Hvað gerist svo? Þú fullorðnast? Já. Og hvað langaði þið að verða? Varstu það sem þið langaði að verða? Nei, við varum náttúrulega í algjöru uppreist sko. Það var ekkert hugsa hvað mér langaði að verða. Nei, það var bara strokið þarna í burtu, ég var úlingur, 15-16 ára. Já. Og ég held ég hafi unni nokkra vinnur sko. Já. Til að ekkert í skóla, þó mér gengi mjög vel í skóla, þá bara ekkert að vera í skóla. Einmitt. Og Varstu farin að spila bridge á þessum tíma? Já. Þú farin að spila bridge? Já, ég var farin að spila bridge þarna 16 ára ég vann hann í Brunabótafélag Íslands, gamla daga sem vísi í dag. Já. Og ég man það að við spilum alltaf í hádeginu, ekki kunna mikið, en við vorum að spila.
og þú áttir eftir að verða margfaldur Íslandsmeistari í bridge, bara svo maður segi það nú, og þannig kynntist ég þér, það var í bridge-hreyfingunni á sínum tíma. Já. En sko, ég hef alltaf verið mikið spilamannskja og þegar við vorum úlingar þá vorum við mikið heima hjá pappa og mammans Ella fósturbróðum míns og spiluðum vist og kana og alls konar. Já. Þannig ég hef alltaf haft gaman að því og það er mjög mikil keppnismanneskja, skilur. Já, ég veit það, ég þekki það. Já, það er alveg stundum of mikil keppnismanneskja, sko. Já. Og þetta, síðan fór ég nú í það að ég held að það hefði verið 94 og þá fór ég að hjálpa fólki að selja og kaupa, ef að sölumæður á fasteignasölu. Já. Og þá hætti ég að spila í 15 ár. Já. En kom svo aftur. Komst aftur. Já, því það var ómikið allin gig, sko. Ég bara gat ekki staðið í þessu öllu. Nei, bridgespilið er ótrúlegur heimur. Já, það er ótrúlegur heimur. Hugar íþrótt eins og skákin. Já, en gengur líka út á þennan félagslega galdur að þú náir sambandi við makkarinn þinn. Já. Og það er það sem kannski greinar að helst frá skákin, ekki satt, því að mér skilst þú tefli líka. Já, ég tældi mjög mikið sem barn. Já. Og ég man það þegar ég var 12 ára, þá eldi ég Spassky og Fischer og út í Laugardalshöll og fekk einandrarotni hjá þeim alveg. Já. Stúderaði alla þeirra skákir og þá ertu sloppin. Ha? Þá ertu sloppin hingað inn í þéttbýlið eða hvað þegar 12 ára. Nei, ég fekk að fara þarna. Já, fékkst bara að fara. Fekk að fara þarna. Ég var svona mikil, ég var að tefla, sko. Já. Hvenær öðlastu sjálfstæði, að mig getur sagt sem svo? Hvenær ertu? Já, ég byrjaði bara að hugsa sjálfa mig því og strauk hann í burtu 15 ára eftir það hef ég bara séð mig sjálf. Þú ert 15 ára þegar Já. Segðu okkur aðeins frá því. Hvernig dagur var það? Fékkstu bara þá hugmynd einn daginn að... Já, ég ætlaði bara að fara í burtu og ég var nú búin að gera nokkra tilraunir en man var alltaf, hann náði mann alltaf, sko. Einu sinni labbaði ég yfir alla móana þarna frá Stokkseyri yfir á Selfoss og svo bara beið hann hinum einn. Þetta var, og ég fór stundum með frá Fjörinu og Eyrarbakka og svona. Þegar segir hann meinar það fóstupappi? Já. En svo bara tókst mér þetta að lokum og bara fór til ömmu minnar og afa og sko barði þar í borði. Ég sagði, ég er ekkert að fara aftur austur. Já. Punktur. Já. Kemur þá... Og þá fór ég bara með sólglera á haustum og í brunabót og talaði við forstjórann þar og sagði, heyrðu, mér vantar vinnu hérna. Því mér fannst þetta nú svo upplæðu staður rétt hjá það sem ég bjó á Flókagötu, að það væri stutt í vinnuna hérna. Já. Þetta voru þeir tímar og gast bara, og kallinn sagði, já, ég hef samband við þig og svo hafði hann ekkert samband. Já. Og á mánudeginu fór ég bara aftur niður og sagði, heyrðu vinnur, þú er ekki ringt í mig, hvernig við þessa vinnu? Já. Og hann sagði, komdu bara í fyrramáli. Já, hann er ekki þórað annað. Og þar vann ég ykkur 12 ár, sko. Bjóstu ein á Flókagötunni? Nei, þá var ég var hjá ömmu og afa. Já. En sko pappi tók mig þar í burtu, ég var í kjallaraherbyggi, þetta var á Guðrúnargötunni. Já. Því að einn morgunni vaknaði ég bara, það var ekkert silfurskottur búin að éta mig hérna, þú veist. Já, þá hefði ég verið sett fötin á gólfið og aftur í þau og þannig að ég fór aftur, þú veist. Silfurskottur eru verur sem mér er ekki alltaf vel við sjálf. Nei, einmitt, sko. Nei, einmitt. Og þú veist, ekki mér heldur, sko. Nei. Maður var náttúrulega bara þarna úlingur, sko. Já. Ekkert að pæla í þessu en það sást hérna á mér að ég var... Einmitt. Þannig að þá fór ég til mamma og pappa. Já. En þú og segist... þá vorum við bara, þú veist, þá byggu þau á Hverfisgötu og við vorum bara, ég man það að þau voru í hjónarúmi hérna og ég var hér og bróðir minn hér. Já. Vorum öll þarna í mjög lítill íbúð. Já. En þú segist hafi verið í uppreisn á sama tíma og þú ert að hefja störf á atvinnumarkaði og reyna... En það vissi engin neitt eins og eins vinkona mín, góð vinkona mín í Brunabót, hún bara sagði María, þetta er þessi bara að koma all út, lentu þú í þessu öll? Já. Þú veist, það var ekki talað neitt þetta. Nei. Hvað er það svo sem að sko, þú sem sagt ferði í þennan business og getur þú svo útskýrt fyrir okkur aðeins bara svona veltir því stundum fyrir þér hvort þú eigir að fara og segja
frá eða hvernig svona verður gangur mála þegar við komum að þessari afhjúpun og þessari ákvörðunni að una ekki þeirri fortíð sem þú er orðið vitni að heldur aðhafast? Já, það var þarna þegar að þetta Breiðuvíkudrengitin komið þarna. Já, hvaða ár er það svona sirka? Manstu það? Já, er þetta ekki 2011? Já, 11-12, eitthvað svoleiðis. Svona 2 árum áður en maður sér þið þarna. Já, sko málið er það, við förum til dæmis ég og fóstursystir mín til Vitnis, heim til hans. Já, þið farið það. 2009. Er það 2009? Já, við fórum bara 2. Já. Við fórum, skal ég segja þér, sem nú svolítið magnað, hann fórum á Bylgjuna. Já. Og hann Þorgeir Ástásson. Já. Við bara löppuðum þar inn og spurðum hvort það geti lánað okkur upptökutæki. Já. Þekktum þá ekki neitt og hann sagði bara nýtt upptökutæki og sagði bara já. Þið segið honum hvers vegna? Nei. Þið segið honum ekki hvers vegna? Ég held bara að við værum í erindagjörðum og hvort við getum fengið lánað upptökutæki. Og þeir lánuðu okkur upptökutækið og við fórum heim til hans. Og bjó hann sæmilega? Ha? Bjó hann sæmilega? Hann bjó hann í Eskilhlíð, ykkur íbúð þar. Blokk? Já. Og hvernig var heimilið hans? Nú skulum ekki ræða það. Það sést nú brot aði í þessu kastljósþáttum sem voru teknir 2013. Já. Allt út allt skilur. Nú, bækur og dót og drasl Og hvað vakir fyrir þér þarna? Þarna eru við að fara að spyrja hann akkur hann fekk að koma svona oft á heimilið. Hvað varst að gera? Já. Og þarna voru við að reyna að fá það út úr honum. Já. Er það í kjölfar einhverjar umræðu vakningar í samfélaginu? Þú veist, hafði tíðarandinn í samfélaginu breyst? Eða? Sko við fengum ekkert upp úr honum. Nei. Og hann viðurkenndi náttúrulega þar nákvæmlega hvað að vera að misnota strákana. Fósturbræður okkur. Það kom mjög margt fram þarna á þessari spólu, skilur. Það har verið enginn að hlusta á okkur, hefur aldrei verið hlusta á okkur í barnæsku. Þannig að við bara fórum með þessa spólu heim og í skúffuna með hana, en mildtíðinu fórum við að skilja tækinu og þeir löguðu, ég held hann þetta Jói, hann lagaði hljóðið á disnum og allt svona. Og svo er það ekki fyrir 3 ára setna að alvöru systir mín sem heitir líka Erna og Bjartmar Guðlusson, þau voru mikið að stúdera vinnir í Vestmannaeyjum og hvað hann hafi gert og fleira að Erna, alvöru systir mín, hún segir einhverjum frá þessari spólu og þannig kemst það nú sko að kastljósmenn fengu fregnir þetta. Já. Hverjir voru það svona í stafni í kastljóshópnum? Það var hann Sigmar og Jóhannes Kristjánsson. Já, Sigmar Guðmundsson. Algjörlega þeir. Já, algjörlega heiðurinn að því. Sigmar sem nú er þingmaður Viðreisnar og Jóhannes sem við þekkjum öll sem náttúrulega einna. Og þarna var ég nú bara matir að spila bridge. Nú já. Já, og þar haft samband við Ernu fóstursystur mína. Já. Og þeir koma og fá þessa spólu. Já. Og þeim bregðu nú ekkert smá. Nei. Það sem er bara búið að viðurkenna og geriði grein fyrir hvað þetta er alvarlegt. Já. Ég held að við höfum aldrei gert okkur almennilega grein fyrir því, sko. En hafði Bylgjan engan áhuga á að gera sem sko, þeir eru nú greinilega að sýnda okkur það mikinn trúnar. Að þeir voru ekkert að, þú hafi náttúrulega hlusta á þetta til þess að laga hljóðið. Já, þeir eru ekki beðið að stíga fram. Nei. Einmitt. Og með þessu sko má segja að það hefjist í rauninni herferð Kastljós. Já, þarna biðja þeir okkur fyrirgefðu, ég grípi fram í fyrir þér. Þarna biðja þeir okkur að fara aftur á þeirra með falda myndavél. Já. Það er nú svolítið fullorðins að fara með falda myndavél til barnanýðings. Já. Hvernig reynsla var það? Já, við fórum meiri sér, sko, þegar við varum búin að fara einu sinna, þá var það, vildu við færum aftur til þess að spyrja hann akkur hann hefði fengið velun frá kirkjunni. Já, akkurat. Og þannig að við fórum tvígang með myndavélina. Og ég sagði nú við á í seinna skipti hann fer nú að gruna þegar hann færa á sig svona mikið af spurningum og eitthvað sé bóið að.
En það var nú ekki, þetta tókst nú allt sæmilega hjá okkur held ég. En hvernig sko barðist hjartað í brjóstið þér þegar þú ert að heimsækja? Nei. Það gerði það ekki? Nei. Þið voru bara svalar? Já, við vorum mjög harðar. Já. Hvaða velun frá kirkjun ertu að tala um? Já, hann fekk sko viðurkenningu frá Ásakirkju, Áskirkju fyrir velunustörf. Sem meðhjálpari eða? Hann var eitthvað að hjálpa. Hann var allstaðar þar sem voru börn og kom sér allstaðar þar sem voru trúar eitthvað og hann kom sér í Sólheim í Grímsnesi og hann kom sér á svona staði þar sem hann gat ná sér í eins og einhver tíma sagði aðvendist, hann kallaði börnin konfekti sitt. Leikur grunur á að fórnarlambans að fjöldi fórnarlamba hlaupa tugum eða jafnvel 100? 500 myndi ég segja. 500? Já, ég held að hann hafi viðurkennt 50 en ég held að þessi 500. Á 50 árum. Reiknaðu þetta bara. Þetta er rosalegt. Já, þetta er svo rosalegt og margur hefur nú sko farið hérna á jörðinni sem lendi í honum. Heldur þú það ekki? Já, ég veit það, margir. Hver margir ætli hafi orðið alkoholistar? Þetta er rosalegt, já, ég veit það. Og En veistu það að sko þegar við komum með þetta út og það sem að manni hlýna svo hjartarætunar, það svo veist, það voru drengir frá Ísafirði sem fengu uppreist næru þegar þetta kom út. Já. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lögmaður. Já. Og hún faðmaði mann einhvern tímann ég var á einhverju labbi. Já. Og þakkaði okkur fyrir, kom sjálf með sína eigin sögu út og það gerðsanlega skilaði skömminni og hjálpaði öðrum, hjálpaði henni fyrir ekki og það er svo margt svona sem kom út úr þessu. Já, þið náðu en því miður voru náttúrulega margir bara brotnir og farnir og bara, já. En þið náðu þarna fram, getum við sagt, bara nokkuð skýrum játningum. Já. Já, mjög, já. Og getur aðeins rifið það upp fyrir okkur sko sýndan einhverjar tilfinningar, einhverja iðrun, áttaði hann sig á því fyllilega að hann var viðurstyggileg mannvera? Nei, ég held ekki. Hann svo fóru sko Erna fóstsystir mín og Jóhannes og Sigmar til hans í friðarsinn til þess að láta hann vita að þetta væri bara í kostljós. Já, einmitt. Og þá bara, þú veist, bara ég skal bara viðkenna allt en ekki setja þetta í sjónvarpi, sagði hann. Þú veist, þá kom þessi hræðsla að vera afhjúpaður. Þetta er 2013? Já, þetta er 2013. Manstu hvernig hann er fæddur? Hvað hann er gamall þarna? Ég geti nú flettið upp en bara svona skikina. Nei, ég veit ekki hvað hann er gamall, hann sé ekki svona 70 og eitthvað ára í dag. Já. Ætli það ekki? Jú, það er sannlega eitthvað nált í. En sko, og hvað gerist svo í kjölfarið á því að hefst þarna loksins lögreglu rannsókn sem að hefði átt að hefjast mörgum áratugum? Já, og þarna þegar eins og póstubróður minn frá Þýskalandi kemur og kærir hann að þá viðurkennir hann allt. Hann viðurkennir allt? Já. En þetta er allt fínt. Þetta er allt fínt. Hann fór ekki í fangelsi fyrir fóstubræður mínar eða alla þá barnsáli sem hann hefur misnota. Nei. Einmitt. En hann er eiga síður sakveldur? Já, það var út af því. Ég held ég hafi lesið dóminn á sín tíma og mér brá svo þegar ég sá það að þetta hann var að misnota greindarskert fólk í desember þegar ég var þarna með myndavélina. Við vorum í desember með myndavélina og sama tíma er hann að misnota greindarskert og einhverju hluta vegna hefur eitthvað af þessu fólki grunað, eða ég veit ekki hvernig það komst upp. En þegar kastljósþættirnir sem voru nú alveg þarna í byrjun janúar, bara alla vikuna. Þá hefur einhverjum grunað eitthvað og komist upp
það. Já. Og hann var dæmdur fyrir það. Já, satt inni. Já, satt inn í 7 ár. 7 ár. Já. Eða fekk 7 ára dóm, ég veit ekki. Já, fekk 7 ára dóm. Sko, störf hans á Hótel Sögu. Rifjaði aðeins upp hérna fyrir okkur í hverju þau fólust. Var hann ekki svona vika eitthvað sem tekur á móti? Bartöskur og eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis, sko. Já. Og þarna er hann í einhverju aðstöðu til þess að... Já, það voru víst margir sem lenti í honum þar og komu fram með það. Já. Þarna leikarinn, þarna Gunnar, hann kom til dæmis opinberlega fram og ég held að það hafi verið frá þessum sögutíma. Já. Er það ekki? Jú. Og þetta var allt talað og mér skilst það að það hafi verið búið að segja, þú veist, það var aldrei gert neitt í því þó að verið búið að tala um þetta. Heldur hann sé með fulla greind? Greind? Já. Er hann bara fyllilega... Já, ég menna, þú veist... Hann er alltaf dæmdur sakhæfur. Já, þú meina þannig. Já. Já, það er ekkert það að hann getur fallið sér á baku eitthvað svoleiðis. Nei. Engin afsláttur. Auðvitað engin afsláttur. Nei. Og hann er búinn að hérna, hann var mjög lengi á Sögu, ekki satt? Jú, held ég. Hann var allstaðar þar sem börn voru. Já, hann var allstaðar sem börn. Já, hann var allstaðar sem börn voru og ég heyrði eina mjög slæma, eina sögu, sko, sem ég veit náttúrulega ekkert hvort að, þú veist, almennilega en allavega veit ég að það var svona bara amma sem vildi senda börnin sín og eitthvað kristilegt á svona námskeið og held ég að haldi á Lýðarskóla og er að borga fé fyrir það að gera eitthvað gott fyrir börnin sín, barnabörnin og hann tók þau bæði, sko, frétti hann smegði sér allstaðar, komst allstaðar inn og gat fengið að vera á þeim stöðum þar sem börn voru. Þurfti hann ekkert að... Ég get ekki vita hvernig hann kom sér inn á þessa staði. Nei. Þurfti hann að rekjast frá einum stað til annars eftir að hann hlýtur einhver tíman á lífsleiðin að hafa mætt fólki, fullorðnu fólki sem hefur gjörsamlega brjálast. Já, og jafnvel farið með nefan í andlitið á hann. Ég bara trúi ekki það. Já, ég veit get allavega sagt til það að alvöru sýsti mín, Erna Margrét sem var með honum að hún hringdi á Sólheima þegar hann var þar og bara lét vita og hann var ekki þaðan, sko. Já. Þvílík blóðslóð. Já, þetta er blóðslóð. Og þvílík svartur blettur á þjóðfélaginu. Já, mjög stór svartur blettur. Hann er hrikalegur. Hann er það. Já. Hvað fannst þér að stór ákvörðun á sínum tíma þegar þú tekur þessa ástöðu að þú ætlar að berjast, þú ætlar að gera það sem þú getur til þess að stöðva þetta óréttlæti, bjarga mannslífum, barna, Já, það kom ábáslega reiði í mann. Já, var það ekki? Jú, ég var alveg rosalega reið þegar ég var búin að uppgöta þetta. Já. Og líka með fósturbróðum minn sem ég skildi, við vorum svo náin en aldrei skildi ég, þú veist, þessa vanlíðan í honum, sko, svona opbáslega vanlíðan, til og með þegar hann kom til Ísland þá leið hann bara illa. Hann skildi ekki að mér liði ekki svona, þú veist, þetta var ofsalega erfitt fyrir hann að koma hérna til Íslands því hann flutti snemm út til Danmörkur og var þar og fór svo til London og er núna í Þýskalandi, Hamburg. Að reiðin að gera fósturbræðurum mínum þetta og komast upp með þetta. Þetta var, sko, já, í baráttunum skildu við fara. Já. Og sem sagt, hluti af þessum brotum þetta er mjög heiftarlega misnotkun, þetta er hræðilegt ofbeldi, þetta er jafn hræðilegt ofbeldi og það getur orðið saman söguna sem hún sagði áðan þetta hvíta. Já, einmitt, og svo mann, eins og fóstursystir mín og Arna sem býr í Noregi, að hún mann það þegar við vorum einhvern tímann í heiskap hérna, og þá fer eitt fósturbróður minn sem hann lést nú greið úr alnami og fór aldrei einhvern veginn almennilega út í, var það ekkert svona hann var bara niðurbrotin sál, meira og minna allt sitt líf, að hann er kallaður eitthvað inn og fer hann á skrifstofu þarna og hann kemur tilbaka
og hún sagðist alltaf muna augun á honum, það var svo mikið sorg í augun á honum og grátur í sálina á honum og þú sérðu þetta bara, fólk sér þetta sem svona næmt, við erum nefnilega þegar börn lendi í einhverju misjafnu þá nú svo skrítið að þeim það er eitthvað gjöf sem að þú færð með því að næmið er mjög mikið á fólk og aðstæður þú öðlast það eftir svona lífsreynslu og hún sá þessa miklu sorg og tók utan að faðma og þá hefur náttúrulega kallinn verið búin að misnota eitthvað En hvernig gekk þér að eiga við þessa miklu reiði sem að blossaði þarna upp og reyndar varð hvati að góðum verkum getur maður sagt því ég held að þín saga sé til marks að stundum getur reiðin leitt okkur til athafna sem við annars hefðum ekki Já, ég meina þú veist, ég var bara mjög reiður úlingur og það má ekkert segja mig skilu þá ríki bara út og skella og eftir mér urðinni skilu Já, þú vilt meina þú sért bara enn þannig Já, ég nú kannski orðin mikið betri núna en ég bara einn af þeim sem að, þú veist, treyst ekki fólki og ég afskrifa bara fólk eins og tölur í bókaldi sko Já, og held bara áfram Það nú gallin við mig Já, það gallin við mig sko Þú hefði með marga kosti líka Já Við skulum ekki gleyma því Guð gaf mér það til þess að lifa þetta af allt saman En mér heyrðist þú vera að segja áðan að sko fólk sem lendir í að börn ekki síst sem lendir í svona áföllum að því gefnu að þau brotni ekki og eyðileggist ekki þá svona geti hið skelfilegasta sem að rekur á fjörur okkar það geti nýst okkur sem vopn í því að verða enn meiri manneskjur þú talar næmið og eitthvað svona Já. Og þú veist, bara fólk sem hefur lent í einhverju, þú veist, það er þú veist það verður öðruvís en annað fólk Já, það verður það Það er þetta með sko silfurskeiðina að fæðast með hana í munni og þegar allt gengur einstaklingi í hag frá fyrstu stundu að sjónarhóttn viðkomandi verður mun fátæklara, það verður takmarkara heldur en fólk sem deilir sögu eins og þú ert að deila hér með okkur Já. En ég hef nú einhvern veginn þá trú að þetta sé allt, þú veist, einhvern veginn þér ætlað og ég vil trúa því að það er svo margt óréttlætt í lífinu eins og til dæmis akkur deyja sum börn ung og akkur þetta og akkur hitt Það hlýtur að vera tilgangur Það hlýtur bara að vera tilgangur og ég vil meina að þessar sálir sem að fara kannski svona burt frá okkur svona ung að þau eru bara komin hérna á jörðina til að kenna okkur einhver leiti eða skapa aðstæður til þess að þú þroskist og svo framvegis þannig að ég vil alltaf trúa því að ég hafa átt að lendi í þessu skil og ég meina ég gekk í gegnum erfiðan skilnað og skilin eftir með marga milljónir og 2 lítil börn og vann 5-falda vinnu ég get alveg nefndir hvað ég vann sko Segðu mér það Já, ég vann hjá Sláturfélag Suðurlands, ég vann þar sko í bókaldi og skúraði þar líka og ég var með ljósmyndastofu, tók bókaldi þar og skúraði, ég var skúra menntaskóla, tók bara börnin alltaf með mér, druslaðist með þetta áfram, þú veist, og og til þess að reyna að borga þessar skuldir allar og þannig að það var alltaf þetta bara, halda áfram og bara átta og þú veist, þú getur allt, skilur þú bara ætlar þeirra Guð er með þér, þá enginn á móti þér og bara halda áfram þetta svona mitt motto bara og grjóthörð Já, og förð stundum, eins og eitthvað segir nú að reyna og þetta hefur nýst mér til dæmis í britsinu, sko það er bara, þú veist það er bara blóðbræði í munninu þegar ég er komin að keppa við brits, sko Já, það er það er svona það eru herklæði Það er herklæði utan á þér og ég get sagt þér það þegar ég var til dæmis að kendi sínum mínum að tefla að sko ég leta hann aldrei vinna mig, aldrei sko, þú veist hann var hann 17 ára gamall þegar hann vann mig í skák og ég sko og hann var svo ánæður og svo tímabili var hann aðeins heima hjá mér eftir hann skildi við fyrir konu sína að þá teldu við mikið
og ég snar hætti að tefla með hann því hann vann mig orðið, við teldum kannski 5 skákir að vanna kannski 3 eða 4 svo ég snar hætti að tefla með hann en þetta keppnisskapið sko, það ég bara honið riðguð í skákinni. Mér er svolítið vænt að þú skulur ljóstra þessu upp að þú hefur ekki leyft sko börnunum að vinna þig í skákinni. Ég nefnilega með sama brest. Já, og hérna ég held bara, ég á vin sem sálfræðingur, hann segir þetta ekki nógu gott hjá mér. Nei, ég veit, þetta ekki nógu gott. Maður ávist að leyfa þeim að vinna til þess að hvetja, til þess að halda áfram með eitthvað slöð. Ég veit það, ég geta bara ekki. En er maður ekki líka bara að ljúga í þau, að geta þeirra sem meiri heldur nú nér og senda þeim fölsk skilaboð? Jú, veistu það, ég geta bara ekki, ég geta ekki. Og það hefur nú gengið svo langt að ég voru stundum tengdadóttir mín, núverandi, sko, hún bara horfði á mig það var einhvern tíma, voru við heima, sko, dóttir minni og við erum að spila eitthvað fjölskylduspil og svona alltaf og ég get rokki bara dyr. Já. Það svoleiðis, sko. Þannig að það vantar mikið upp á að ég sé í lagi, sko. Ég ætla að hafa kaflaskipti núna og ég ætla að fara aðeins úr þessum drunga öllum ógeði og bara þakka þér fyrir að deila með okkur þinni sögu. Mér finnst þetta allt til mikillar eftirbreytni, hvernig þú aðhafðist að réttlæti nær ekki framgangi nema við aðhöfumst og mér langar líka til þess að koma með minnast á það í þessu samhengi að þegar ég skrifaði bókina dauðan þá las ég margar rannsóknir hvernig fólki líður rétt áður en það veit að dauðinn mun heimsækja okkur og það var áhugaverð rannsókn sem ég sá í Ástralíu sem hafði verið gerð á líknardeild hjá krabbameinssjúku fólki sem átti stutt eftir að það sem að fólki fannst erfiðast að sætta sig við úr þeirra eigin fortíð það var ef það hafði ekki staðið með sjálfu sér þetta finnst mér stórmerkileg niðurstaða. Já. Að ef maður stendur ekki með sjálfum sér þá eltir það þig alla leið fram í andlátið og eykur líkurnar á ófriði í þinni eigin sál þegar hinn stóra stund framundan, hinn efsti dagur tímamóti nálgast dauðinn framundan ef þú hefur ekki staðið með sjálfriðar þá ertu ekki alveg nógu góðum málum fyrir andlátið. Nei. Ég alveg sammála þessu. Er það ekki? Jú, alveg sammála þessu. Þú hefur lifað svolítið eftir þessu. Já, ég lifi eftir þessu. Já. Ég stend með sjálfum mér. Það er alveg sama hvað. Já. Nú öll íslenska þjóðin sko svolítið við erum á dálnum krossgötum, við erum svolítið týnd. Já. En það sem betur fer, sem maður sér, ég kaust nú ekki hana Höllu Tómas, en mér líst rosalega vel á hana. Já. Og nýja biskupinn. Já. Ef þú horfir á þessar tvær sálir, þá sérðu það, að það er kærleikur og það er eitthvað gott að koma. Já, er það ekki bara? Jú, þú sérðu það á þeim tveimur. Já, þetta eru sterkar, hlýjar konur. Já, sem vilja meiri kærleik, sem sýndur meiri kærleik og taka á málanum og til dæmis fannst mér alveg frábært þegar hún Halla Tómasar talaði að hún var ekki með því að við ættum að senda alla þessa milljarða til Úkraínu. Nei, þeir eru ófáir núna í fjárlögunum milljarðarnir sem bara farið að kaupa meiri vopn. Ég skil þetta ekki og mér finnst mér að við sem almenningur eigum rétt á því að vita hver er okkar skyldur til þess að borga svona marga milljarða í stríðsrekstur og akkur þurftum við að borga aftur fleiri milljarða í það. Ég vil bara hætta þessu og frekar vil ég að hvert lögbýli, segjum sem dæmi, hvert lögbýli, svona vinsælt tilmæli til hvert lögbýli í landinu myndi til dæmis koma með eina lopapeysu. Já. Og ef að ég, sem kann ekki að prjóna og get ekki prjóna, þá myndi ég bara þurfa að kaupa hana af vinkonu minni sem prjónar lopapeysu. Nú ef að ég er öryrki eða sem sagt hef ekki efna á að gefa loppapeysuna, þá er það sveitafélagi sem ætti að koma með hana og saman myndu Íslendingar gefa Úkraínu loppapeysur.
fullt af lopapeyssum og því tengdu. Já, þetta hjálpar fólkin í landinu. Já. Hvað vitum, þú veist, og vitum við eitthvað hvað þessi peningar að fara alveg örugglega. Og bara það að þeir fara í að drepa aðra manneskjur, þeir eru líka að drepa. Já. Þú sé að verja sig. Já. Það skulle vera að fara í stríðsrekstur. Einmitt. Það svona sóun á fé, almannafé sem ég finnst vera mjög mikið hérna. Já. En af því þú myndist á hérna þær 9 sterku konurnar okkar, biskupinn og hérna forsetan. Já. Að sko mjög slíka mjög áhugavert að báðar ræddu þær, ávörpuðu þær sama daginn við þingsetninguna núna í vikunni. Já. Eittu mörgum orðum í ofbeldið og í þetta hræðilega nýjamál þegar barn banar barni og svo ótal mörg önnur ofbeldismál núna í gangi. Og mér fannst það svona til marksum að biskup og forseti ganga saman í takt núna. Og það er kannski einn af þeim vanda sem hefur falist í því að vera Íslendingur er að hérna að svona stofnanir ríkisins og ólíkir aðilar þeir hafa ekki gengið í takt, þannig að það hefur kannski verið svolítið erfitt fyrir ráðvilta þjóð að vita hvaða skilaboð ráðamenn hafa að færa. En þetta er nú kannski örlítill útúrdúr. Mér langar að hérna halda aðeins áfram með þína lífssögu. Það er reiði, það er vantraust, en það er líka augljóslega góð greind og ákveðni og hérna lífsvilji og barátta og hérna náður að mennta þig að einhverju marki? Nei, sko, það var nefnilega þetta að þú veist að maður var í svo mikill uppreisn að ég sá ekki það að mennta sig væri eitthvað sérlega gott. Nei, ég skil það mjög vel. Já, það var ekki í myndinni einu sinni. En ég gerði það nú eftir, ég fór á mörg námskeið og ég gerðist viðurkenndur bókar og fór í háskólan þegar ég var á fullorðinn og allt það sko. Fórstu þá endurmenntun á námskeið? Já, og hérna leigumiðlunar dæmið og það allt og þannig að hérna og þess að þú vinnur í tryggingum og svo verður þú fasteignarsali. Já, í 15 ár. Varstu fasteignarsali í 15 ár? Ok, segðu okkur nú aðeins hérna frá þeim tíma til dæmis. Já, þeim tíma, já. Sko, og berðan saman við það að vera fasteignarsali í dag. Já. Getur þú gert það? Já, sko, á þeim tíma, það var nú ekki mikið að kvenfólki, sko, þetta var 94. Þá var þjóðfélagið þannig, það var seldist ekkert. Við vorum með held í 500-600 eignir á skrá og ekkert seldist. Bankarnir lánuðu ekki. Það er svolítið krepp, er það ekki annað 2000? Jú, það seldist 94, ekkert. Það seldist ekkert. Nei, nefnitt. Og hérna, bankarnir lánuðu ekki og Íbúðalánasjóður lánaði takmarkað með að við held í brunabótamatið, þú veist. Og hérna, þannig að þetta var bara eilíf barátta. Þá veist, þú veist að taka, meiri segja sko, gætur þú átt til að taka hest upp í íbúð. Var það? Já. Voru dæmið það? Já, var dæmið það. Og bíla og eitthvað, þú veist, þú varst bara baráttunni. Hvað er þetta? En svo var hann hérna, það er einn besti sölumæður, sko, bara ever, sko, finnst mér, hann Ásmundur Skeggjason sem ég vann með á, hérna, að hann og ég, við fundum hérna upp á því að í þá daga voru húsbréf, manstu, veistu hvað það voru afföll, fólk seldi húsbréfin og svona. Já, ég man eftir og þú veist, þú gast segjum það að ég vildi kaupa af þér einbýli og ég var með litla íbúð og ætla að kaupa af þér þetta að þá setti ég íbúðuna mín upp í og tek húsbréf en ég þarf að borga sölulegin, ég þarf að borga mína skuldir. Þannig að við fundum upp á því í leið að við letum þig sem áttur einbýlið fyrst kaupa litlu íbúðuna og framseltum svo húsbréfin yfir þannig að báðir aðalega fengi pening og þetta voru sem sagt þá 2 tilboð sem fóru á leiðin þetta allt upp Íbúðalánasjóð og við bara biðum eftir því að fá bara höfnun á þetta en þetta var samþykkt, þeir gátu ekkert sett út á þetta því það er ekkert af þessu og þarna sem dæmi þá, þú veist að það er að hugsa í lausnum það vantar svolítið í dag finnst mér að hugsa í lausnum hagkvæmni og lausnum og þetta gekk upp og þarna losaðist ákveðin hnútur og ég man það að á þessum árum þá seldi ég oft 8 á einu degi sko. Já.
og þá var það eftir kannski mikla vinn í það að mausa þessu allu saman fram og tilbaka. Já. Og þú veist, á þessum árun líka seinni hlutan áður en ég hætti að þá komu 100% lánin. Já, þau voru nú bjarnar greiði, var ekki? Já, upp í staðið. Já. Það var nefnilega þannig, en það var ekki þó allavega þannig að til dæmis barni mín 2, ég meina sumir eiga efnaða foreldra sem geta hjálpað þeim sem betur fer. Aðrir eiga það bara ekki. Nei. Og ég var ekki ein af þeim. Nei. Barni mín, þá eru þau á þessum árum að fara að kaupa sér og ég bannaði þeim að kaupa meira en sem kostar svona 14 til 16 miljónur, alls ekki að skulda meira, alls ekki. Á hvaða tíma er þetta cirka sem að þú færið ágæta íbúð á 14 til 16 miljónur? Þetta er eftir 2000, eða svona rétt upp á 2000 kannski, eitthvað þannig. Já, ég hætti þarna held í 2002, getur það ekki verið, 2001. Þannig að þetta er svona nálægt aldamótunum kannski. Já, allir það ekki, ég man þetta ekki nú. Nei. En sem sagt, þá léti þau bæði kaupa sína fyrstu íbúð og fengu 100% lán og þannig komist þau á markaðin. Og bara allt í lagi og bjarga sér vel síðan og eiga fína regnir í dag, skilur, en sko þetta í dag er þetta bara ekki hægt. Nei. Þú veist, það er bara, ef þú ert ung manneskja og átt ekki efna foreldra, að þá hvað átt þú þá að gera? Ég myndi halda það að þú myndir hugsa bara það eitt að komast hérna úr landi og ef þú ert búin að mennta þig og þá reynir að fá bara vinnu erlendis, þú veist, þú getur ekki komið undir fótunum hérna sem bara held ég. Því miður. Ef þú ætlar að fara að skulda 80 til 90 miljónir, skilur, þá bara kiknar undan því eitt góðan veðdaginn, því það má ekkert út að bera. Og þessar 80 til 90 miljónir sem þú nefnir núna, það er bara íbúðin sem þú varst að tala um. Þetta er bara vitleysa, sko. Sem þú varst að tala um áðan. Það er 14 miljónar króna íbúðin. Já, þetta er bara þetta bara gengur ekki, sko. Þetta er bara eitthvað að. Og ég segi nú bara, vil taka dæmi eins og með fóstursystur mína sem flutti til Noregs, hún væri nú annars með mér hérna í dag. Svo sem fóð með mér. Að hún er öryrki. Í dag er hún orðin ellilífeyrisþegi en fór hérna sem öryrki. Hún átti 3 herbergja íbúð upp í Grafarvogi, seldi hana. Hvað fekk hún út í Noregi? Hún fekk raðhús, keypti nýjan bíl og bara á fyrir sínum skuldum og lifir ágætis lífi. Hvað gerir bankinn? Og þá bara ert þú tekinn, já ok, þú ert með þessi laun. Þú þarft að lifa. Og þá þarftu, þú veist, og við sjáum restina. Þannig ég get ekki skilið af hverju Ísland getur ekki farið þessa leið sem að Norðurlanda þjóðirna fara. Af hverju geta þau ekki farið þessa leið þar sem að þetta þér gert kleift. Að það bara sé prósent af þínum launum sem fari að borga húsnæðinu. Ekki þetta eins og ég heyrði í morgun, hann Heimi Karlsson var að tala það var einhver sem að vera að leigja íbúðana sín, einhver þú veist, og hún í tapi, hún að leigja hana 500.000 og hún í tapi, hún sko borga með íbúðinni. Hvað segir þér þetta þér? Þetta er rosalega staðan og það og sko ráðamenn hundsa þetta algjörlega. Hundsa þetta, það er ekki hugsað í lausnum. Þeir láta eins og þessi veruleiki sé ekki fyrir hendi. Þú nefndir áðan hérna börnin og flóttaðir út fyrir landsteinuna. Eðlilega, ef ég væri í menntaskóla þá væri ég náttúrulega að undirbúa flóttamenn út fyrir landsteinuna vegna þess að Ísland vill mig ekki. Nei, ég veit það. Það samfélag sem að skaffa mér ekki húsnæði, sem gerir mér ókleift að vera húsnæðislega á höfuðborgarsvæðinu, það vill mig ekki. Þannig er það bara. Og þá safnar þú safnar 100.000 köllum en þegar þú ert búin að safna því þá er íbúðin búin að hækka mikið meira en það. Þannig er nú staðreyndin og svo er það líka þetta, til dæmis segjum það að þú værir í svona búsetu eða búmennum, veist hvernig það er. Þar sem að fólki greiðir bara húsaleigu á bara einhverja eign sem það borgar og svo húsaleigu. Og þetta er á byggingavísitölu hækkar. Þú byrja kannski í 110.000 og eftir 2 ára ertu komin í 400.000. Og þannig að þú veist að þegar að annað hjón, ef við segjum að sé hjón í þessu og annað fellur frá þá getur hitt ekki haldið þessu. Það að koma sér í burtu. Þarna var í lausnin sú sem óskup einfalt að þessi félög
eru náttúrulega með lán, ekki satt, þeir eru með lánin, ekki fólki sem er í húsnæðinu. Þarna bara á að taka sér saman og hugsa fólki í landinu og hugsa með sér, ok, þarna skulum við bara endurnýja lánin hjá þeim lengi lánunum, byrjum upp á nýtt og þá ferðu úr 400.000 og aftur í 110. Já. Og það finnur engin eitt fyrir því. Einmitt. En allir myndu bjargast á því. Já. Sem er í þessu kerfum. Og eins er þetta náttúrulega bara með þennan bara venjulega Jón og Gunnu sem er að leigja hér sko, og þetta er á okkur vísitölu. Launin þeir er ekki tengt vísitölu. Nei. Þetta er ótrúlega... Og þetta er ekki stoppað. Þetta er ekki stoppað, það er engin vilji fyrir svo kallar Nei, þetta er ekki, þú veist, svo getur við verið að tala hvað við höfum það æðislega gott í einhverjum, þú veist, þetta getur ekki bara verið rétt að við höfum það svona gott þegar þorri fólks í landinu hefur þetta svona. Nei, það er mjög mikið lygi í gangi það hvað við höfum það gott. Já, og eins og til dæmis það að með öryrkja að og það verður að tala þú þurfið 350.000 í framfærslu. Nú þá bara, þú veist, þá höfum við það skatt miðið. Já. Þú átt ekki að borga skatta. Nei, það er bara lágmars fyrir öryrkjana. Já. Við megum, sko, ef öryrki fær kannski jólagjöf frá sveitafélaginu, þá rýfur skatturinn það og tryggingastofnir restina. Á sama tíma og hinn auðugu og þeir sem hafa sterkustu bökin hér, það er búið að létta skattbyrði á þeim og náttúrulega mun minna sem að fer aftur til samfélagsins í fjármagnstekjuskatti heldur en tekjuskatti og það verður bara að segjast eins og að ríkisstjórnin sem núna situr, hún er ríkisstjórn hinna stóru, sterku, auðugu þeirra sem að gera ekki athugasemdir við það að Seðlabankinn sem er 9,25% vexti ástand sem að kýlir hérna skuldugu meira niður, eignir brenna upp vanskil er að aukast en samt var Alþingi sett með einhverjum orðum, stefnur eða flutt með einhverjum orðum sem að fæstir tengja við nema þú sért í hópi hérna sterkustu, öflugustu, ríkustu, þeirra sem hafa hag á núverandi ástandi, þeirra sem hafa hag að því að lána þér skuldugri, peningana sína á ofurvöxtum og þeirra sem að vilja bara hafa óbreytt ástand. Já, sko, mér finnst skorta hugrekki hérna. Já, eins og til dæmis ef ég væri seðlabankastjóri, þá myndi ég bara lækka vextina morgun niður í 5%. Já, er ekki full reynt með þitt? Nei, ég menna það, þú getur það er alltaf verið að hækka það, en hefur eitthvað ástand til lagast? Nei, það lagast ekki við það. Það er búið að margreina þetta í gegnum aldirnar. Já, og Íslendingar eru alveg spesialistir í því. En akkur ekki að pröfa hina leiðin? Akkur ekki bara lækkaru vextina? Og svo þá verið að tala sko, þenslu og allt þetta, en ég er alveg viss það að við, fólki í landinu, myndum virða það. Og við myndum ekki hlaupa og kaupa okkur flíkur og eitthvað tíma og eitthvað svona. Myndum standa með þessar ákvörðun. Og myndi þetta ekki laga rosalega mikið hérna hjálpa fyrirtækjunum? Hjálpa heimilunum? Ég er alveg sammálaður að ef það yrði haldið aðeins utan íslensku þjóðina. Ef það yrði gerður samningur við hana. Ef ráðamenn myndu segja, ok, við ætlum að koma á móts við okkur. Eru þið til að koma aðeins á móts við okkur? Þá myndu við sennilega að koma á móts við ráðamenn. Myndu gera það alltaf. En það er ekkert annað en þetta. Það er bara fyrirlitningin, það er bara fingurinn sem íslenskum almenningi er. Já, sko, fyrst að þeir komast upp með það að öryrkjar og ellilífslegarar og fátækt fólk þurfa að upplifa það sem þau upplifa. Eiga, eins og ég heyrði nú til dæmis í einum á Bylgjunni. Bara hann ábyggilega verið aldrei við mig og ég tók mjög nærri mér að hann var að tala hann hefur verið búin að borga ábyggilega láni sín eða húsalegi veit ekki hvað og skuldirnar þá átti hann 13.000 til að lifa. Vistu það, þetta er ekki báðurlegt. Nei. Ok, við skulum allavega, ég veit það alveg, ef við stofnum bara samfélagssjóð sem er svona lausnamiðaður og hagkvæmismiðaður og ríkið og þeir kæmst ekki í sjóðin sko til leiðunum. Stofnum mann hver borgarann segir? Já, hver borgarann? Ég myndi vilja til dæmis að lífeyrissjóðir sem eru við, þeir myndi til dæmis alltaf mánaðarlega borga 1% í hann. Já. Ég veit að sterk fyrirtæki og milljarðamæringarnir myndu borga í hann ef þau fengið góðan skattafslátt.
fyrir einstaklingar ef við fengjum skattafslátt þá myndum við líka gera það, þeir sem gætu það. Já, þeir sem voru aflögufærir. Þeir sem voru aflögufærir. Já. Ég myndi vilja láta rannsaka þessi nefndar 1,7 milljarðir þarna í nefndirnar Já, kostnaðurinn. Já, og svo fór 800 milljónir í viðbót. Já, þetta náttúrulega þetta mikil kostnaður. Já, þetta náttúrulega gengur ekki sko. Nei. Það þarf að sameina nefndir, það þarf að finna þörfina, það þarf að sýna okkur almenningi hver árangur, hvað hlusta af þessu og hverjir að fá þetta greitt sem á fullu launum fyrir. Og við okkur vantar bara svona kannski manneski eins og Björn Sóeka sem fer í þessa nefndar, bara einn mann, ekki bara búa til fleiri nefndir til þess að rannsaka hlutina. En hvaða greiðslur koma úr samfélagssjónum, í hvað fara greiðslurnar? Já, þær ætti að fara til dæmis í að hjálpa fara í þetta, að borga þetta sem að við erum að láta öryrkjan ekki að borga lengur skatta, þá fer það í það. Það þarf að hjálpa líka þeim sem eru bara til dæmis að koma út úr fangelsi. Já. Þú veist, að þeir eru eitthvað líf eftir það, því að þú sér það að það svo orðin harður heimur að sonur þinn geti bara lent í því að pröfa eitthvað eitulif og eftir smá tíma gæti hann orðið fíkill kannski bara brot í sálinni hjá sinni mínum sem leiði til þess að hann fer út í þetta, hann er ekki að lífið er óbærilegt, hann þarf að deyfa sig. Já, hann þarf að deyfa sig og hann fer lengra og lengra áður en að veist að hann farin að fremja glæpi til þess að eiga fyrir neyslunni og svo gerir hann meira og meira og endar hann á hrauninu sko. En þessi elskulegi drengur er bara eins og ég og þú og hann þarf hjálp þegar hann er að fara út úr þessum aðstæðum. Hann þarf faðmlag en ekki það okkur sé bara ekkert sama. Við pælum ekkert í honum og þarna á hann bara kannski hálft ár eða ár að fá aðstóð úr þessum samfélagssjóð. Vantar þið húsnæðivinnur þá þurfum við, og þú veist, vantar þið þetta, vantar þið hjálp, vantar þið sálfræðihjálp, vantar þið, þú veist, það þarf að taka utan, það þarf að hugsa. En auðvitað eru margir sem eiga kannski starka foreldrar allt eru koma út en það er líka margir sem eiga það ekki. Stéttaskipting virðist vera að ráða því hverjir fá tækifæri núna, efnahagsleg stéttaskipting og félagsleg stéttaskipting, hverjir fá tækifæri og hverjir ekki. Já, það er bara fullt af góðu fólki sem það þarf að verja þeirra sem minnst mega sig í þessu þjóðfélagi. Þetta er óboðlegt ástandi í norrænu blönduðu hagkerfi sem hefur verið þekkt fyrir sterkt velferðarkerfi. Það er ekki sterkt velferðarkerfi núna. Nei, alls ekki. Mikil ójöfnuður. Og við þurfum sterkt fólk á þing sem er snjalla lögfróða menn og lögmenn og allt það. Það samt ekki bara lögfróða held ég. Við þurfum nefnilega fólk eins og Ingu Sæland og við þurfum svona mannesku líka. Ekki hún lögfróða? Nei, en hún hefur ekki komið stað til að stjórna landinu, og hún hefur ekki náða að komast almennilega að hjálpa, hún er í stjórnarandstöðu alltaf, en það koma tímar og ég held að þessi tímar séu svolítið að fara að koma og ég fann það bara, mér var eiginlega sagt við mig þegar með forsetann og biskupinn, þá bara fann ég það, þetta er að breytast og hið góða mun alltaf sigraði illa, það endar alltaf þannig. Já. En ég ætla að reynda að taka það aftur sem ég sagði á en ég sagði ekki hún lögfróð, hún er örugglega lögfróð, hún er Inga Sæland, þótt ég viti ekkert hvort hún er löglærið eða ekki, kannski er hún löglærið, ég veit það ekki, en bara svo það því sé aldrei til að haga. En Bubbi Mortens var hér í spjalli við mig daginn og ég var reynda með syni mínum þá líka, sem er nú bara 16 ára, en við höfum svolítið verið að setja málefni ungs fólks á oddinn. En það veitir ekki af samanber þetta sem að þú ert að ræða með húsnæðið að einhvern veginn þurfum við nú að taka utan framtíð þessa unga fólks og það voru nokkur svona augnablik sem að ég tók með mér eftir mjög einlægt spjall við Bubba og eitt var þetta sem hann sagði að hann er náttúrulega svo þekktur að hver einasti Íslendingur veit hver Bubbi er. Bubbi getur náttúrulega aldrei komist frá stað A til stað B og öðruvísin að allir snúi sér, horfi á hann og hugsi, er þetta ekki Bubbi? Og eins og gengur með fólk sem er þekkt hér á landi, þá fær það náttúrulega athygli stundum frá fólki sem líður illa. Og hans viðbragð, hann var náttúrulega í góðu jafnvægi þegar við spjölluðum hérna saman, en á góðum degi, þegar Bubbi er í góðu jafnvægi, þá svarar hann kannski einhverjum skætingi og leiðindum bara með því að reyna að faðma viðkomandi sem svona er að vega gegn honum.
og það þetta sko að svara, að átta sig á því að við fæðumst ekki með jafna möguleika. Sum okkar koma bara þannig frá meðgöngunni að við munum ekki eiga mikinn séns í lífinu. Önnur okkar eins og þín saga til marks fá snemma svo mikið mótlæti að það í rauninni bara kraftverk að þú skuli standa, að þú skuli sitja hérna við þetta borð með mér og sért að segja þína sögu. Það þetta mjög vel gert. Það ekkert allir sem hefðu komist í gegnum þína reynslu og þarna verðum við að sko staldra við að vegna þess hver möguleikar okkar til að lifa lífinu eru ójafnir, þá verðum við að vera með úrræði í samræmi við það. En það hefur verið svolítið svona köld, vélræn, hörð stefna þar sem því jafnvel haldið fram að við getum öll orðið æðisleg, við getum öll orðið rík og frábær bara ef við nennum því. Og þetta náttúrulega svo, þetta jafn vitlaust eins og nokkuð getur orðið. Samanber það sem að þú hefur ræða núna. Við erum öll mikilvæg og þó við höfum gert eitthvað á okkur skilur í lífinu eða eitthvað, þá þú veist það eiga allir séns, þú veist. En mismikinn séns lífið sparkar í alla eftir aðstæðum. En mismikinn séns eftir aðstæðum. Þú veist að tala hve margir hefðu leiðst út í alkoholisma áðan af þeim sem hefðu verið misnotaðir og svona. Og fólk fremur sjálfsvíg og hérna ég held að það voru tímabært að taka aftur upp mjúkugleraugun gagvart því hve möguleikar okkar eru mismunandi. Það þarf bara svolítið að gjörbylta öllu hérna skilur. Það bara eins og það þorið í enginn. Það vantar hugrekkið. Samt ekki eitthvað að gerast núna? Er ekki eitthvað að gerast? Við skulum vona það náttúrulega. Við skulum vona það sem þjóð að börnin okkar, eða sem sagt framtíðin, að þeir sem að komast upp núna og þurfa að kaupa sér húsnæði og annað og koma sér bara að lifa venjulegu lífi, geti það. Það bara við þurfum að finna leiðir. Og sko ég bind nú vonir við til dæmis eins og hennar Sigmund, hann ansi held ég snjall, hann alltaf eitthvað að hugsa. Sigmund Davíð? Þú gefur honum séns þrátt fyrir allt? Já, ég geri það vegna þess að þú veist, hann átti nú þátt í því að þegar fólki fekk nú endurgreitt þarna eftir kreppuna. Leiðréttingin. Mér finnst hann allavega ég meta þannig, ég hef aldrei kosið hann sko, en mér finnst hann góður. Ef ég skilði rétt þá væri þú alveg sátt við næstu ríkisstjórn hérna Ingu Sæland og Flokk fólksins og Miðflokkin saman í einni sæng. Já. Ég heyri það að þau vilja gera eitthvað fyrir fólki. Þú veist, það þarf að komast svona fólk að. Þau ávarpa almenning, þau ávarpa fólkið. Já, það það. Þú veist, þú getur ekki verið svona, þú veist, auðvitað segja hinnir að þeim sé ekki sama og allt það sko, en þú þarft að finna það áþreifanlega. Að það sé gert eitthvað, að það sé bilt, að það að gjörbilda fasteigna og eins og til dæmis það. Hverju? Ef það verið að tala um að vanta eignir og vanta eignir. Það fullt af fólki sem á sumarbústað. Hverju má ekki leyfa þeim að vera með lögheimili í sumarbústaðan og þá myndu þið ábyggilega fullt af fólki myndu bara flytja þangað sem komið á aldur og geta þá losna fullt af eignum. Þannig að það þarf að minnka þessar kvaðir sem þá settar á sveitarfélögin til þess að geti verið með lögheimili. Leyfa fólki að vera með lögheimili, sínu sumarbústað og losa þannig mun losast Það alls konar svona, alls konar lausnir sem hægt að finna og spara. Og spara. Mér finnst við Íslendinga vera að eyða svo miklu. Það var kannski, þú veist, maður þekkir þetta ekki alveg, en mér finnst það eins og sé bara nótilega peningum að ausa milljörðunum hinga á þangað. Ríkið fer þar fremst í flokki. Það sóar og bröðlar endalaust. Bara kostnaðurinn við ráðuneytabreytingarna sem voru bara einhver svona pólitíski breytingar. En ég vil láta skoða nefndirnar og hvernig þetta spara í því. Og hverju, ekki fá kennarar í þessu landi, þeir fá ekki krónu fyrir það að halda fundina sína. Þeir halda fundi og aftur fundi, fá ekki fingall fyrir það. Akkur þurfum við að borga fólkinu sem þegar á launum við að vera í nefndum. Getur þú svarað því? Nei, ég ætla sko ekki að svara fyrir Íslands stjórnvöld. En hitt get ég rætt við þig.
af því að við lítum nú alltaf á þessi viðtöl sem við tökum hér meira sem samtal heldur en bara viðtöl að maður kannski ekki bara spyrill heldur virkur þáttakandi í þessu samtali að ég get sagt þér það að ég, af því við vorum að tala almenning og tala Ingu Sæland að sem ávarpar alltaf almenning og hún ávarpar þá sem eru sko illastæðir að ég hef ekki heyrt Bjarna Benediktsson forsætisráðherra ávarpa almenning í mjög mörg ár. Hann alltaf að ávarpa kjósendur Sjálfstæðisflokksins og bara þá hann ekki forsætisráðherra Íslendinga, hann bara forsætisráðherra Sjálfstæðisflokksins. Það kom berlega í ljós í fyrra þegar hann þurfti að stíga til hliðar sem utanríkisráðherra og þá var einhver eftir úrskurð álit umboðsmanns Alþingis vegna bankasölunar, hneykslis með pappans og sem kaupanda að þá er einhver fréttamaður sem að bendir á það að á þeim tíma vildu bara 16% Íslendinga að Bjarni héldi áfram sem ráðherra og hvert var hans viðbragð við því? Jú, hann var eldfljótur að svara því til að hann fór að vitna í Sjálfstæðisflokkin, það sem var að gerast innan Sjálfstæðisflokksins. Þannig að það skipti hann engu máli hvort 16% Íslendinga bara vildu hafa hann áfram ráðherra. Það eina sem skipti máli var hvað Sjálfstæðisflokkunum var að hugsa. Og ég veit svo sem ekki hvernig staðan inn í VG eða Framsóknarflokknum núna en það var komið mjög góð rök fyrir því að eitt af því sem að lími þessa ríkisstjórn áfram sé líka bara hvað ráðherralaunin sé orðin rosalega há. Þetta eru margar milljónir á mánuði sem hún færð fyrir að vera sinna trúnaðarstörfum fyrir íslenska þjóðum að skildi ætla að það væri bara heiður að vera ráðherra að hafa svona mikið framtíð ungrar og glæsilegra þjóðar að segja en launin þeirra orðin svo há að þau bjaga það að ónýtt ríkisstjórn sem engu kemur í framkvæmd, hún lyppast ekki, hún fer ekki til hliðar vegna þess að ráðherrarnir í ríkisstjórninni fá svo há laun að þeir eru að moka peningum, þeir eru að búið til skafla fyrir þeirra eftirlaun, fyrir þeirra mjög svo kósí ævikvöld síðar og þetta stendur allt á haus. Hvernig varst þér þessir aða? Já, ég myndi bara segja eins og mamma sagði að það víða pottubrotin. Það víða pottubrotin, sannarlega. En María, þú áttir svo eftir að enda í ferðaþjónustunni. Já. Er það ekki? Ertu ekki deildarstjóri hjá Íslandshótelum? Já, ég ákvað það nú bara, ég brann nú ábyggilega út þó svo ég hef nú ekki fattað það sko, þegar ég var í fasteignasölunni. Ég var bara, lengi bara gat ég ekki haft kveikt á síma eftir, Ég var nú alltaf að reyna að hætta og einhvern veginn hélt ég alltaf áfram. Já. En 2002 hætti ég endalega og fór í háskólan, HR og gerist viðurkenndur bókari. Já. Og það var eiginlega markmið hjá mér og motto að hætta að tala og mala og þegja einhvern tímann og færa bókhald. Okay. Og í það fór ég. Já. Og bara líður ágætlega. Og vinnur semst við bókhald Íslandshótela? Já, ég sé svona sjóðsuppgjör, svona dagsuppgjör hjá hótelunum að stemma af sjóði og kreditkort og fleira skilur yfir allan línuna. Þú ert nú sennilega bundin trúnaði en það væri nú gaman að vita hvernig bókhaldið myndi líta út í árum eða vel dæmis bara árið í fyrra. Já, við skulum ekki, þetta bara, ég get alveg sagt til það að sá sem á þetta og rekur þetta, hann algjörlega til svona fyrirmyndar, hann veit hverja einustu flís sem hann sko fer úrskeiðis á, fer nánast aldrei í sumarfrí, vinnur mjög mikið, fylgist með öllu, en þetta sko, hann góður maður og gerir vel við fólkið sitt. Hver eigandi Íslandshótel? Ólafur Torfason heitir hann. Já. Og já, hann svona gamla skólanum. Hann gamla skólanum? Hann gamla skólanum. Kemur og lítur við hjá starfsfólkinu og... Já, hann bara hann harður, hann rífur kjaft, en veistu það að einstinni hann góður maður og þó hann svona sýnir þeirra ekki skilur. Já, og þið tvö eigið skap saman. Já, og ég sko segja það, ég skilja hann. Ég skilja hann mjög vel, sko. Já. En fylgist ekki svolítið, hefur ekki fylgst svolítið svona með, hvað langt sem þú byrjaðir að starfa hjá Íslandshótelum? 2011.
Já, þetta er ansi mörg ár, þannig að þetta er fyrir sprengjuna, það er svona, já, sprengjan fer að springa þarna skömmu eftir að þú hefur störf. Já, en það er svona það sem mér finnst líka, sko, með stjórnvöld, sko, að þú veist, að nú er til dæmis búið að vera, jarðhræringarnar á Reykjanesi. Já. Og við höfum átt eitthvað erfitt uppdráttar, Ísland, almennt, þarna. Það, þú veist, þau voru að tala við á í Norðurlöndunum að fólk væri ekkert að koma til Íslands. Já. En nú, íkt er það ekki? Er það ekki svolítið íkt umræða? Jú, það er svolítið íkt umræða, auðvitað er það, sko, því að þú veist en þá er stjórnvöld að hækka til setja gistináttaskatt í 600 krónur sem var 300. Þú veist, ekki vera með þetta í 600, hafa þetta bara 300. Það er alltaf vera pína, þú veist, ef eitthvað gengur vel þá ertu bara strax skatlaður. Já. Og Nýsjálendingar voru nú heldur betur að láta sína gesti finna fyrir því með held ég þrefaldir hækkun eða eitthvað sluðis á gjöld. Já. Þannig að það eru svona löndur að fara ýmsa leiðir í þessu, það er náttúrulega mikill ágangur sem fylgir komu ferðamann og það eru ju ferðamennir sem að hluta til að hafa sett húsnæðismarkaðin í uppnám. Já, en þetta við bara störfin sem skapast við þetta og annað, þetta er svo, þú veist, og Ísland mun alltaf vera vinsælt, sko, þó sé komið eitthvað tímabil að þetta gangi illa eða eitthvað, að þá er það bara þannig að í komandi árum og áratugum, að þá mun fólk flýja frá hitanum og öllu því og Ísland verður alltaf dýrmætara og mun alltaf vera vinsælt og vinsælt, svo, þú veist, allt sem fer upp fer niður, en það fer aftur. Næri jafnvægi sínu og við höfum svo margt, við höfum svo fallegt land og margt til að hafa fyrir fólk að sækja í. Já. Ég segi stundum að allt það sem er ómanngert á Íslandi elska ég. Já. En það er svona meira mannanna verk sem að við höfum kannski ekki verið nógu heppin með undanfarið og saga þín er náttúrulega sko til marks það hvað við höfum þetta sem vorum að ræða áðan. Náttúrulega það eru ansi miklir skuggar sem er sennilega ennþá að einhverju leyti í þjóðarsálunni. Já, og það þarf að uppræta þetta og fólk er nú fara að koma mikið með þetta stutt og eftir allt þetta sem gerist í okkur, þá kom nú MeToo-byltingin. Já. Hver er skoðun þín á áhrifum hennar? Já, bara dásanlegt. Er það ekki? Jú, algjörlega. Já. Og þetta er búið að hjálpa náttúrulega alveg gríðarlega mörgum sálum. Og ég man líka að það leyti sem að við vorum búin að ljúka baráttunni og búin að sigra hana þannig, sko. Fórum alltaf fyrir allsherjarnefnd og allt þegar þessi skýrsla kom út og var nú svo kölluðum hana hvítþvottaskýrslu og það var ná Ögmundur Jónasson sem hjálpaði okkur mikið í baráttunni. Kom okkur fyrir allsherjarnefnd. Og skömmu seinna að þá kemur þetta allt í ljós í Þýskalandi. Það voru nákvæmlega sömu dæmi. Það voru svona heimili og komst allt upp. Og þetta er var búið að vera víða í Evrópu svona. Það var allt að þakka allt niður og ekkert talaði börn og svo bara við horfum alla biskupana og allt þetta. Já. Þú ert amma, er það ekki? Jú. Já. Hver svona hvaða gildi reynir það að innræta barnabörnunum þínum, hvernig manneskjur myndirðu vilja sjá þau verða barnabörnið þín, hvað svona finnst þér skipta mestu máli? Já, ég sé það bara að börnin mín, þau hafa alveg börnin sín, ég var þannig, sko, ég leyfði þeim bara svolítið að vera fráls, sko. Já. Og reka sig bara á sín eigin mistök, var allt og linn, eða sem sagt ég var ekki með neitt naga, þannig. Já. Og að því að það var svo strangt við mig, við máttum aldrei neitt og fóngum aldrei neitt og maður var að strjúka út glugga og þú veist, það var allt bara bannað. Að þá fór ég hina leiðina sem er ekki rétt heldur, þannig en þau eru að fara millivegin, þau eru bara alveg sín börn alveg guðdómlega vel og það koma alveg frábærir einstaklingar út úr því, ég er bara alveg gapi, skilur og þetta finnst mér náttúrulega mesti sigurinn
að sjá hvað þau blómstra í öllu sem þau taka sér fyrir hendur Já. og eru, það er alveg dásamlegt. Það er ekkert sem gefur manni meiri gleði en að sjá ungt fólk sem líður vel. Já. Að maður tala nú ekki manns eigin börn eða barnabörn. Já, akkurat. Og börnin mín voru heppin á þessum árum að geta fjárfest í fasteignum og komið sér upp. Já. Það er ekki allir svoleiðis í dag. Þetta er bara verðum að breyta þessu. Við verðum að taka utan unga fólki okkar í sama hvaða mynd það er. Já. Og breyti þessu. Fólk verður að geta komið sér fyrir hérna á Íslandi því annars bara verður þetta meira og minni þannig. Ég veit að það er mjög mikið að ellilífeyrisþegar flýti bara út. Þeir geta ekkert lifa hérna á þessum ellilífeyri og fara til Spánar og svona. Það er mjög algengt. Já. Sko ef að þú gætir verið með lögheimilið þitt í einhverjum litlum sumabústað og selt eignina þína, þá fer hún á markaðinn og þér líður vel. Þarftu ekki að fara frá Íslandi. Þú veist, það er svo margt svona sem við getum. Við höfum ekki að skerða ellilífeyrisþega sem hafa unni hér baki brotni og byggt upp þetta land. Við höfum ekki að skerða fólk. Við erum mjög vond við gamalt fólk. Já, við erum það. Við sinnum því illa, við einangrum þau, við gefum þeim lítinn gaum, við rænum að þeim hverja einustu krónu sem þau afla sér með eigin frumkvæði og við erum líka mjög vond við ungt fólk. Já. Og við gerum ekki ráð fyrir neinni framtíð hjá ungu íslensku fólki í dag. Það er ekki að sjá og þetta bla 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 og bla bla og bla bla. Sko nú er lag vegna þess að með stafrænum lausnum og nýri tækni þá er þetta að spara rosalega mikið í ríkisrekstri. Og hún kom nú inn á það bara ráðherra hann í morgun og var að viðtali hjá þeim sko. Og núna er bara lag að fara yfir svona allt sko, og ná í þessa peninga í þennan samfélagssjóð svo kallaðan eða eitthvað að til þess að hjálpa þessum sem við erum búin að vera að tala unga fólkinu öryrkjanum, ellilífeyrisþegum þeir sem eru að koma út úr fangelsi nú er lag og það þarf eitthvað nýtt hér satt ung kona í síðustu viku ég finn svo skemmtilegt starf í tekstundum 10, 15, 20 viðtöl á viku við áhugavert fólk eins og þig og hér satt frábær ung kona daginn og benti á það að íslenska þjóðin hefði vanist í að það væri í lagi að grunnskólabörnin okkar eða jafnvel leikskólabörnin okkar að þau væru bara alla þeirra hunds og kattar tíð í grunnskólagöngunni eða leikskólagöngunni í gámum. Mygla kemur upp í einhverju húsnæði. Það er ekki, við setjum ekki þarfir barnan okkar í meiri forgang en svo að við höfum vanist því að börnin okkar víða land séu að þessi verða að kenna þeim í gámum. Þetta er á sama tíma, María, og þjóðarframleiðsla hefur aldrei verið meiri. Hér fara þvílíku peningarnir beint ofan í mjög djúpa vasa útgerðar ólígarkana, þeirra sem eiga landið og miðin, hinna ríkustu. Það fara brjálaðislegir peningar ofan í sömu djúpu vasana frá degi til dags, en börnin okkar þau labba í gáminn á mótnana með skólatöskuna bara til marks áherslunar, hvað skilabóð við erum að senda börnunum okkar og unga fólkinu. Þau eru ekki meira virði en þetta og svo erum við hissa á því að barn meiði barn. Já, það þarf framfara sveit, það þarf einhverja sveit í þetta sko. Það er ekki hægt að bladra og gera ekki neitt, það verður bara átak, þjóðarátak og ég bind rosalega vonið við forsetæna og hún kom einhvern veginn inn í þetta. Hún var hörlu? Já. Ég kaus hann ekki en vistu það að ég rosa trú á henni strax í byrjun bara, þú veist, ég finn það. Já, hún ætlar ekkert að horfa fram hjá þessu. Við þurfum trú á leiðtoga. Já, auðvitað þurfum við það. Einn höfuðvandinn. Við þurfum líka trú, von og kærleik og við þurfum líka kærleikan. Já. Þú veist, og það má ekki vera þannig að almenningur er ekkert vitlaus sko, hann lætur ekkert plata sig. Að þú finnur það ef hérna, hvort þú ert að meina eitthvað eða þú veist, hugsa bara pota þér sjálfum fram að pota eða, Já. En almenningur er leiðtogalaus
hvað var það stjórnmálin, og þá ég að horfa til Alþingis. Almenningur er leiðtogalaus, það engin að hugga og halda utanum almenning. Nei, hún býður nú á línunni eins og Inga Sæland, hún býður nú þarna á línunni. Já, þú tröllatrú á henni. Já, ég hef það. Já. Ég hef það vegna þess að sko, hún fór út í þetta gaggjart til þess að hjálpa þeim sem minna mega sín og hún bara, þú veist, þú hefur ekki völdin eða þú ert ekki í stjórninni. Nei, en það hlýtur að vera hægt að stofna eitthvað samfélags lausna miðaða hagkvæmnis þú veist, það sem að farið í eitthvað átök. Bara hér setjust við að fá bara klart fólk, svona álíka eins og Björn Sóeka. Það hljóta að vera fullt af svona Íslendingum til, sem bara finna það og fara í þetta verkefni. Það að ná í peninga sem að kostar ekki neinn störf, ekki segja neinum upp, ekki vera að hækka skatta á fólk, ekkert að gera, heldur bara að finna peninga í einhvern sparnaði og til dæmis akkur má ekki lífeyrissjóðum borgi í svona samfélags eitthvað verkefni. 1%. Já. Ha? Ertu ekki bara sjálf á leiðinni í pólitík, María? Það voru nú Britsvinkonu mínar hérna nokkra sem vildi það nú bara endilega færa á þing. Það ekki? Jú. Að setja mark sitt á samfélagið, aðhafast. Já, ég myndi ekki fara með dómsængina með mér. Ég myndi nú bara ekki gera það. Ég myndi bara vinna vinnuna mína. Já. Ha? Já. Einmitt. En ég mjög hrifin af svona þessari heimspekiðinni aðhafast. Að setja mark sitt á samfélagið. Já. Að gera það sem í okkar, stendur í okkar valdi. Það svo margar lausnir til sem að, ef þú bara hefur þessa tilfinningu, að þú vilji hjálpa fólkinu. Já. Og þeir ekki sama. Þeir ekki sama að sitja ykkur heima og grátbiðja Guðum mat. Já. Að senda sér mat. Já. Og það kannski komin 15, þú veist. Já. En sko, ég hef á langri ævi í fjölmiðlamennsku, það 40 ár sinni hóstörfi í blaðamennsku. Þótt ég hef ekki starfað samfleitt þessi 40 ár í blaðamennskunni, þá 40 ár sinni hóstörfi í blaðamennsku. Og það hefur mjög oft verið notað sem stimpill og svona eitthvað neikvætt fólk sem að hefur pólitíska skoðun að skuli vera pólitískt. Það einhvern veginn sko, það búið að afvegaleiða íslensku þjóðina. Skilaboðin hafa verið svolítið þau, þú skalt ekki vera pólitísk, þú skalt bara kjósa Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn og þá verður allt gott. Og við ætlum bara að sjá þetta hérna fyrir þig. Og það ekki að vera pólitískur að kjósa Framsóknarflokkinn eða Sjálfstæðisflokkinn, þá þetta bara eitthvað norm. En núna búið að umpóla þessu gamla Íslandi. Þessi leiður augljóslega hand on it að vera ekki pólitísk. Við þurfum þetta öll að vera pólitísk, við þurfum að aðhafast með þeim hætti sem að þú hefur verið að gera. Við þurfum að vera samfélagspólitísk til þess að vinna, sigra í þágu réttlætisins. Og hvað sjáum við birtast í skoðanakönnun núna? Við sjáum það að samanlegt fylgi Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins hvað það, 20%? Eitthvað þannig. Og það hljóta að vera nýir og spennandi tímar framöndan, álykta ég, þar sem fleiri Íslendingar munu fara þína leið, munu aðhafast, munu reyna að setja mark sitt á samfélagið í stað þess að treysta öðru misgóðu fólki fyrir okkar örlögum. Ekki satt? Líður ekki þannig? Eins og það sé þannig svona dögun, það sé vakning. Jú, það mun líka verða það. Góða sigrar alltaf. Já. Það kemur alltaf kærleikurinn upp, sko. Hann sigrar alltaf. Alveg sem í hvaða mynd. Og mér finnst það vanta. Að það sé tekið utan fólki í okkar í landinu og það þarf ekki endilega kannski að vera á þingi til þess. Ég veit það ekki, það bara stofna eitthvað svona samfélags eitthvað afl, það þarf að koma eitthvað afl sem að hjálpar fólkinu því að þau virðist ekki fara í það á þingi beint svona, sko, eins og þarf bara að fara hon í máli. Já. Bara halda utanum fólkið. Það þarf bara að fara hon í málin, hvað hægt að gera til að þú getur til dæmis keyptir eign. Já. Þú ert að fara á markaðinn, þú kaupir fyrir skilja það. Skilja það.
En svo rættirðu líka í upphafi viðtalsins aðeins svona þín innri andlegu mál og hvernig þú sækir styrk þinn í trúna og ljósið og kannski hluti af þeim ógöngum sem við höfum upplifað undanfarið að við lifum ekki nógu andlegu lífi? Já, kannski bara þetta vonleysi, þú veist. Þú verður að hafa trú, þú veist. Þú verður að hafa trú. Ef án vonar og trú, þá ekki neitt. Nei. Þú ert alltaf að sjá fyrir þér. Lífið framleiðsla þinn eigin hugsana. Það bara einfalt. Og þú þarf bara, alveg sama hvað aðstæður ert í, að þú getur þetta. Skilur, þú getur þetta. Já. Og lífið, bara framtíðin með óendalega bara möguleika og tækifæri og þú þarft að vera með vonina í brjósti að allt gangi betur. Þú þarft að sjá það fyrir þér, sjá það raungerast og verðið þér og trúið þar. Akkurat að standa í biblíinu verðið þér og trúið þar. Það bara þannig. Já. Þetta ofsalega einfalt. Já. Að sem þegar maður búin að fatta þetta, tók maður náttúrulega alveg 50-60 ára að gera það sko. Að þegar þú fattar það og gengur bara eftir hjartanu og trúnni að þá veistu, það vita allir það bara sækja það að þetta inn í okkur öllum. Þú veist, það skiptir engu máli hvað þú hefur gert og hvar þú stattur í lífinu. Þú getur sótt þetta. Og þarna ef þú hefur þessa von og trú að þá fer bara vel og svo við hinn þú veist, bara verðum að reyna að hjálpa finnst mér þeim sem að minna meiða sín og geti ekki hjálpa sér sjálfi til dæmis og við komum ekki svona fram við ellilífeyrisþega, við komum ekki svona fram við öryrkja. Nei. Við skerðum ekki og þau þykist vera að hjálpa öryrkjum með því að fá hérna, já, þú mátt fá hérna þetta en svo skerðum við að hérna hægra vinstra megin við því, tökum það strax að þeirra tryggingastofnun, þetta ekki í lagi. Nei. Hætta þessu, bara strax, gera hlutina bara strax, það þarf ekki að vera röflum þetta, að lækka vexti á einhverju næsta ári. Lækkið þá bara strax, sjáuði hvað gerist, athugiði bara hvað gerist með þjóðfélag því þið eru búin að reyna alla hina leiðina. Hún virkar ekki. Svo finnst mér líka stundum gleymast í umræðinni að ef þú gerir einhverjum öðrum gott, þú gerir öðrum góðverk, þá held ég að flest séu við þannig að okkur líður þá vel í okkar eigin hjarta. Já. Og það þessi gjöf sem fylgir samhygðinni, sem fylgir því að við hugsum hlýtt hvert til annars og við styðjum hvort annað, sérstaklega erfiðleikum og við erum að gera hvort öðru gott. Það sko auðlegðin sem fylgir þessu sem algjör andstæða græðginnar, efnishyggjunnar, eigingirninnar og þess sem að hefur verið predikað að við göngum fyrir, það hefur verið predikað fyrir því að við séum sálarlausar, græðgisfullar ófreskjur sem við hugsum bara alltaf eiginhag og hvað sem hver segi ef einhver ætlar að gefa, ætlar að reyna að lækka launin sín eins og Jóhanna Sigurðardóttir reyndi eftir hrun, þá var hún bara öskrað hún og væri populisti, hún líðskrumari, hún bara ógeðsleg, skilurðu. Þetta til marks afvegaleiðingu í samtímanum þar sem að sko dygðirnar og það sem gefur okkur kannski mest hérna inn í hjartað okkar því hefur verið kastað út af borðinu og sagt þetta ekki til, við erum öll bara eigingjarnar, gráðugar kaldar vélar. Það lýsingar orðin. Já, ég meina þetta bara fá mig Við skálum í vatni. Já, við skálum fyrir því en veistu það að hérna já að ég sjaldan verið nú kjastofn. Gerði þið alveg orðlaus Nei. En ef við tökum bara sem þarna þetta akkurat það sem að væri kannski sniðugt að gera það var bara kannski að segja við alla þingmenn ok, nú skulið þið fara bara hérna öryrkjalaun í 3 mánuði. Já, nú hefur þú juglast vinnu minni í það að hjálpa þér. Nei, ég meina akkur ekki. Svo sættir á leikskólan og juglast pínu. Já. Það leiðbina þér. Já. Ég meina alveg eins og þetta með Jóhannu sig, skilju. Akkur getur þá ekki sagt, já, nú skulið þið þingmenn vera á öryrkjalaunum við skulum bara hafa 3 mánuði. Já.
og gangi ykkur vel. Svo hittum við ykkur eftir 3 mánuði og spyrjum ykkur hvernig gekk. Heldur þú virkilega, Björn Þorláksson, að þau kæmi ekki með lausnir á öllu því sem í sambandi við öryrkja? Man grunar það. Já, þið grunar það. Já. Ok, þá förum við bara þessan leið. Skilju. Já, heyrðu María, það búið að vera rosa gaman að spjalla við þig. Já. Og þótt ég veit þú trúir því ekki, en það er næstu í 2 klukkstundir síðan við hófum að spjalla. Þú lífið þín. Nei, og bara í beit, engin pása, ekki neitt. Og það er ennþá til svolítið af vatni, svolítið kaffi eftir. Ég verð að viðurkenna það að ég ætla bara að segja það við þig og alla sem að hlusta og horfa að ég hef aldrei tekið svona langt viðtal á æfinni í sjónvarpi. Nú? Nei, þetta er að lengsta sem ég hef tekið. Og mér skilst það sko félagi minn hérna á samstöðinni sem yfirleitt sér um þetta helgispjall, Gunnar Smári Eilsson, mér skilst að hann hafi náð að sitja hérna og rekja gardínar úr fólki í alltaf 4 klukkutíma og jafnvel lengur á þessum laugardögum þegar þetta er sendt út. En núna finn ég bara að ég er búinn. Já, en ég ætla bara að fá að segja við það er einhver að núti sem þarf að heyra það. Já. Þú veist að þú ert sterkari heldur en þú heldur. Já, þú ert sterkari heldur en þú heldur. Já, þið langar að segja það við. Mér langar að segja það og lífið býður upp á möguleika, framtíða möguleika, það er allt opið og þegar Guð er með þér þá er enginn á móti þér. Einmitt. Og þú ert sterkari en þú heldur, mundu það. Ljómandi, kæra þakkir María fyrir komuna, búið að vera virkilega áhugavert. Raunalegt á stundum að hlusta á þig og heyra þína sögu en það búið að vera mjög gefandi fyrir mig Takk fyrir það. Og ég vona að ykkur áheyrendum og hlustendum líði eins. Þessi þáttur verður þá ekki lengri í þetta sinnið. Það er margt sem bendir til þess að afreksmaður í íþróttum verði næsti gestur okkar hér í helgispjalli eftir viku. Kynnum það betur síðar. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni.